Síðastur en ekki sístur okkar góði slökkviliðsstjóri höfuðborgarsvæðisins, hann Jón Viðar Matthíasson, og það kannski viðeigandi að hann sé hér síðastur í pontu. Yfirskrift ráðstefnunnar hvað brennur á þínu fyrirtæki. Þannig að þá fínt að fá slökkviliðsstjórann til þess að koma og ljúka þessari góðu ráðstefnu. Gjörðu svo vel. Halló. Tæknin svo mikil að var kveikt á þessu á þess ég vissi það. Heyrðu, en þetta náttúrulega alveg skelfilegt að sitja með þá stöðu með síðasta fyrirlesturinn og þetta nú þegar komin yfir tíma, þannig ég hef ekki tækið fyrir að stela tíma frá öðrum, en ég þurfa að fara bara á farið, ég teka ekkert persónulega. En þeir sem þykjast vera að sækja börn á leikskóla og eiga heim í Reykjavík, nei. Það bara þannig. Heyrðu, en að því ég nú að fjalla svona málefni sem að maður skynja gegnum tíðina, það ekkert allir sem skilja það og ekkert allir sem hafa áhuga á því og ætla að reyna að tengja það eins við íþróttir, því að hafa allir áhuga á íþróttum. Og ég gat náttúrulega ekki sett allar íþróttir á þessa glæru, en ég setti helstu íþróttina svona þarna upp. Og þessi sem var að spila með Keflavík, bara að vita að Keflavík ekki besta liðið. Njarðvík besta liðið. En eitt sem menn vita að það ekki sömu leikreglur í öllum þessu leikjum. Hverjir spila golf hérna? Það fer ekkert lengra. Hverjir spila golf? Ok. Hverjir hafa spilað handbolta? Og hverjir spila móðir allra íþrótta körfubolta? Eru sömu leikreglu í öllum þessu leikjum? Það er eina reglan sem sameiginleg. Það óþolandi að spila körfubolta með manni sem búinn að æfa handbolta lengi. Það bara ekki hægt. Hann heldur þessi slagsmál. Körfubolti leikur án snertinga. Bara vitið það. Og svo reyndar undanúrslitin í bikarkeppninni núna akkúrat í Laugardalshöllinni. Ég ekki hlutlaus En ef við horfum á þetta, það mismargir leikmenn inn á vellinum í þessum íþróttum. Og menn hafa hlutverk og það eru fyrirliðar í leiknum og svo eru aðrir sem að stjórna spilinu og sumir sem að sjá að skora og mann tekur alltaf mest eftir þeim. En ef við förum aðeins með þetta lengra og ímynda okkur að það eiga fyrirtæki og eiga húsnæði sé svona mannvirkja leikurinn. Og við ætlum að reyna að uppfylla leikreglunar. Það eitt fyrirliði, það eigandinn. En svo maður að velta fyrir sér að því við erum búin að lenda í mjög erfum og flóknum verkefnum hjá slökkviliðinu og menn voru að tala kulnun í starfi, menn voru að tala góð vinnuskilyrði. Þetta ekkert sérstaklega góð vinnuskilyrði. En þarna raunur erum við að lenda á síðasta ári, ekki bara við, heldur bara allir sem að störfuðu í fyrirtækinu, tryggingafélögin og fyrirtækin sjálf, í skelfilegum atburðum. Í einu atvikinu var ég að fara á vettvang, þetta iðnaðarhúsnæði, ég hef gert þetta oft áður. Þetta ekkert vandamál, gerum förum þarna gerum svona. Svo allt í einu áttum að ég heyrði, ég bara klúðra þessu, það gengur ekkert. Húsið bara fuðraði upp. Og ekki nóg með það, við þurfum að setja takmarkan að því að menn máttu ekki fara inn í viðkomandi húsnæði. Að við vorum næstu að missa menn. Menn féllu á milli hæða og hafa bara fyrir ramleika raunur bara líkamlegt atgerfi að viðkomandi slapp. Og tiltölulega hraustur einstaklingur sem náðu að hífa sig upp. Þannig að við fórum að velta fyrir okkur, einhver samnefnar í þessum slysum eða þessum atburðum sem við erum að fara í sem að við getum þá ráðist á. Staðan fyrir að fara út og öskra eitthvað eitt sem við getum fókusir á. Þannig við fórum yfir nokkra bruna og við vorum eiginlega átt okkur á því að samnefnina var raunur að menn voru ekkert að skilja leikinn, þennan mannvirkjaleik. Menn fara á stað með einhverja byggingu og fá byggingaleyfi sem byggja viðkomandi byggingu. Hérna hendi ég bara upp til þess að vera ekki með eitthvað fyrirtæki sem allir þekkja. Þetta bara svona blokk
og svo lenti viðkomandi eigandi vesinni með leigjendur. Þetta voru svona, greiddi ekki leiguna, það visst betra að menn gerðu það og það voru að skemma íbúðunar. Þannig að hann fekk að snilldar hugmynd að breyta bara blokkin í hótel. Yfirleitt fara leigjendurinn eftir nokkra sólarhringa, borga leiguna, skemma ekkert rosalega mikið og þetta gaf bara mikið meiri pening. En að því að hann var ekki reyndur í leiknum, þá var hann ekkert að hafa fyrir að fá nýtt byggingarleyfi. Þú verður að fá nýtt byggingarleyfi ef þú breytir notkun á húsinu. Og ég tala ekki ef þú ætlar að vera svo grand á því að setja lyftu utan á og nýtt anddyri og öryggisúttekt á húsinu. Þetta ekkert bara svona að því bara. Þetta bara hluti af þessum mannvirkjaleik til að tryggja öryggi þeirra sem eiga eftir að vinna í húsinu, dvelja. Þess vegna eiga heimaðar. Og þú mátt ekki taka húsið í notkun fyrir að öryggisúttektin hefur farið fram. En það sko haugur á húsnæðinu úti sem hefur ekkert að virða þetta. Það bara þannig. Lokaúttekt svona bara eftir þessu kemur ítt, svo þetta var rekstrarleyfi, starfsleyfi og virkni brunavarna dálítið háð því að þetta sé allt í lagi og sé í takt við byggingarleyfið, því að eins og við sjáum hérna að þá allt aðra brunavarnir í hótel heldur en bara í venjulegu íbúðarblokk. En þetta sá samnefnari sem sáum fyrir þess að menn voru ekkert að skilja leikinn. En það sem skelfilegast í þessu, það voru eiginlega allir sem að koma að þessu, og þá tekið slökkvilið líka, allir leikmenninir, hvort voru 5 inn á eða 10 inn á, voru bara ekkert að skilja leikinn. Voru ekkert eins og að spila saman. Menn lítu bara framhjá því að einhver annar var með handbolta í körfubolta og öfugt. Eða við getum reynt að tengja þetta við íþróttir. En við lentum í einum bruna á þar síðasta ári sem heitir brunin í Miðhrauni. Kannski man einhver eftir þessu hérna inni. Skelfilegur bruni. Við klúðurum öllu sem hægt var að klúðra. En svo eftir á fórum við að menna að skoða þetta, reyndi ekkert eftir á í sjálfum brunanum. Þá kemur í ljós, og þið sjáu hérna, ég ekki að fara með neitt sem leyndarmál, þetta opinber skýrsla sem liggur á vef Mannvirkjastofnunar eða húsnæðis og Mannvirkjastofnunar í dag. Það sem kemur fram að eigandinn, fyrirliðinn, óskaði ekki eftir lokaúttekt á húsnæðinu þegar var tekið í notkun fyrst, óskaði ekki eftir stöðuúttektum, hirti ekki það raunur að fá nýtt byggingarleyfi þegar hann breytti húsnæðinu úr krúttlegu stúdíu fyrir Latabæ í efnalager. Þetta raunur efnalager. Þetta var bara lager uppi rjáfur af fatnaði sem var raunur bara olía. Þetta svona bara að vera, menn ekki að skilja leikinn. Og svo náttúrulega voru við ekki að standa okkur í eftirlitinu á þessu, en ástæðan fyrir að við vorum ekki að standa okkur, við fórum í skoðun, þetta var mjög krúttligt og lítið í stúdíu og engin áætta, þannig við ákveðum að beina athygli okkar að öðru eignum á höfuðborgarsvæðinu. Og í raun og veru, eins og kemur hérna fram að brunaálagið byggingunum var langt yfir hönnun byggingarna. Það voru litla krúttlega reyklosanir hérna uppi, það var engin vatnsúðakerfi, ekkert í þessu sem hafði með starfsmenn að gera. Þannig að menn voru ekki að fylgja leikreglum. En þetta hefur áhrif á marga. Einn starfsmaður í fyrirtækinu rétt slapp út. Fyrirtækið þurfti að finna aðra stað til að vera með sína starfsemi. Var heppið raunur að það raunur ennþá í rekstri. Fyrirtæki geta hreinlega dottið út í rekstri. Menn að tala kulnun í starfi, það ger ekki lítið úr því að þarna geta heilt fyrirtæki bara fuðrað upp. Allir mist vinnuna. Afkomu viðvarinu hjá 3 tryggingafélögum. Ástæðan fyrir að vörður slapp, þau voru bara ekki með neitt í trygginguna. Sennilega komið aðkomu viðvarinu þeim líka. Þetta ásættanlegt? Alveg á hreinu að iðgjöldin koma ekki til að lækka hjá okkur út af þessu. Það alveg á hreinu. Það allan eitt sem ég hef algjörlega á hreinu. Gífurlega erfitt fyrir fyrirtækin að fara í gegnum þetta, erfitt fyrir tryggingafélögin, erfitt fyrir alla. Og við raun og veru réðum ekki eitt en eitt.
En það út af því að þeim menn voru ekki að skilja leikinn. Og svo kemur alltaf þessi stóra setning, það skortur á löggjöf, það skortur á reglum. Nei, það engin helviti skortur á því, þetta allt til, farið bara eftir sem til. Ja, það einhver annar sem ber ábyrgð á þessu heldur ég. Nei, það ber allir ábyrgð. Eigandinn ber ábyrgð, hann á húsið, slökkvilið ber ábyrgð í eftirlitinu, en við erum bara svona komum og skoðum, eigandinn ber ábyrgðina á þessu. Forráðamaður, byggingafulltrúi, tryggingafélagið, við getum talið upp endalaust. Það allir sem ber ábyrgð. En þetta alltaf einhverjum öðrum að kenna heldur mér. Það alveg á hreinu. Það alltaf einhver annar sem klikkaði. Við getum talið upp hellingalögum og þvílítið við endalaust að löggjöf í kringum þetta sem segir hvernig þessi leikur á að fara fram. Hér svona helsta yfirlit yfir þessa leikreglur. Þú fær byggingaleyfi, húsið teiknað á ákveðið máta og þá að nota þið ákveðna hluti og það ákveðna brunavarnir í húsinu. Frábært. Spyrjið ykkur að því í því fyrirtæki sem þið eru, byggingin sem ég með mitt fyrirtæki í og ég með frábæra öryggisstefnu fyrir fyrirtækið, það samkvæmt byggingaleyfi? Eða kannski allt önnur starfsemi með hana? Kannski þið með þessa krúttlugu reykrúsum sem verður í Latabæ, kannski eigið vatnsúðakerfi, ekkert með þessu. Búið að brjóta þetta hægri vinstri. Hefur farið fram öryggisúttekt á því byggingaleyfi sem ég með og lokaúttekt. Sumir fara bara í öryggisúttektina, gleyma henni, fara í lokaúttektina. Öryggisúttektin má ekki vera eldri en 3 ára. Við fórum að skoða gistiheimili hérna á sínum tíma þegar allir voru að opna gistiheimili hægri vinstri. Við fengum til okkur upp á slökkvistöð menn með upprúlaða teikningar hérna lögð á borðið. Ég sem opnaði gistiheimili hérna. Já, sniðugt. Þá átti að gera þetta og þetta og þetta. Já, hún meinar. Lokus, rúllaus, uppstungur. Já, sjáum seinna. Við höfum heimilisöngin hjá þeim. Svo eftir 2 ár þá fórum við í allir þessi heimilisöng. Nota bene, töluvert af þessu húsnæði var komið með gistingu. Og megnaðin var ekki eins og með rekstrarleyfi. Þannig við tilkynntum til sýslumanns og þetta verkefni var það stórt reyndar á samt Airbnb í öllu dótinu að þá þurfti sýslumaður að ráða inn fólk til þess að fara í þetta verkefni og loka gistingum á höfuðborgarsvæðinu. En þarna rauninu segjum við enn og aftur að ef að þetta ekki í lagi og byggingaleyfið ekki virt, þá eiginlega enga líkur á því að það sem búið að fjárfesta fyrir 10 milljóna í brunavörnum í húsinu skili sér þau upp í staðið. Menn verða að virða þær leikreglur sem í gangi. En við tökum aðrar leikreglur, alltaf gott að læra af öðrum. Tökum til þess bílana. Þessi sami eigandi sem átti blokkina, minn eftir hennar flottu blokkina, fórum með að breytta í hótel. Hann fékk hennan jeppa frá pappa sínum. Pappans var búinn að missa bílprófið og hann ákveði, ég fæ hennar jeppa, þetta ógeðslega flottur jeppi. Ég þarf að gera eitthvað meira fyrir hann, ég þarf að fá meira út úr þessari eign. Þannig að hann ákveður að lengja bílinn og fara í leigubílakstur. En nota bene, hann virti allt. Hann fór í sérskoðun með bílinn, öll þessi leyfi, hann bara gulltryggði þetta væri allt í lagi. Þarna eins og menn skynji dálítið leikinn betur, menn þekkja leikinn betur, það eru meiri virðing fyrir þeim leikreglum sem í gangi í kringum þennan leik. Við getum kannski kallað hann bílaleikinn. Margir leikið þann leik. En einhver lærdómur fyrir okkur? Jú, það rafræn ökutækjaskrá, stundum kallaði bílabankinn í kringum bílana. Þar hafa menn yfirlit yfir raun og veru bílana og hvernig sagan þeirra og hvort þessi uppfylla allar hluti. Menn fara með í skoðun á þessar skoðunarstofur og þvílíkt og menn raun og ekkert að tryggja bíla nema þeir séu með allt á hreinu. Og það eru rauntímagögn hérna, þú getur séð ferir bílsins, hverjir hafa átt bílinn og allt þetta, þannig að það eru mjög
góð umgjörð í kringum bíla. Sko leyfum allan að hafa betri umgjörð heldur en kringum hús. Þannig ég held því miður að tryggingafélögum líður betur með að tryggja bílaleigu heldur en fasteignafélag. Það öruggara með þessa hluti þar. En hús yfirleitt dýrari heldur en bílar. Síðan kemur nýtt regluverk í kringum mannvirki, það kemur það sem kallað byggingagátt. Rosalega jákvæð skref í rétta átt. Þarna sjáum við fæðast inn í framtíðina húsabankinn. Drögum lærdóm af bílabankunum, fáum húsabankan þar sem allir geta haft aðgang að og unni með. Að gera læra af því sem vel gert. Og þá reynum við að heimfæra, ef ég ætla að búa til húsabanka, þá getur hann verið bara eins og bílabankinn. Ákveðnar leikreglur, ákveðin fjöldi leikmanna og allt á að virka. Og reglubundnar skoðanir. Eini munurinn sá að skoðanir dálítið meira kannski ábyrgð eigandans heldur en akkúrat að þessu erfitt að fara með húsin á skoðunarstofuna. Heldur að stofan þarf að koma til þín. Menn geta fengið aðkeypta sérfræðinga til að sjá þetta, slökkviliðið kemur heimsókn líka, en málið þá ekki að bíða eftir einhver komið heimsókn til þess að laga hlutina, þú átt að hafa hlutin í lagi. Og það náttúrulega til í lögum og reglugerðum ákvæðum það að út með vatnsúðakerfi, það átt að láta skoða x ofta ári, þú átt að láta taka það út af viðurkenndu þjónustuaðila, þú átt ekki verið að fikta í því sjálfur, og varðandi brunavarnakerfinu og ýmist annað sem bara rammað inn í löggjöfinni. Og við fórum, til dæmis tölum vatnsúðakerfi, þá fórum við að skoða vatnsúðakerfi fyrir ansi mörgum árum síðan, að því að stendur í lögunum að slökkviliðsstjóri á að vita allt vatnsúðakerfi á hans svæði. Ég náttúrulega vissi ekki raskat þetta. Það náttúrulega frekar mörg vatnsúðakerfi á höfuðborgarsvæðinu. Þannig við fórum að skoða og settum inn í rafræna gátt til að ná yfirsýn. Og við fengum allt frá því að vera með frábær vatnsúðakerfi sem búið að fylgja öllum lögum og reglugerðum upp í vatnsúðakerfi sem með þess að gleymd að setja vatnsúðakerfi í húsið. Það átti að vera þar. En svo var einhver svo forsjöld, hann settir vatnsúðakerfi í húsið en gleymdi að setja dæluna. Það var allt þetta í gangi. En það sem náttúrulega kannski líka dálítið umhugsunarvert að þetta var bara svona, þetta gekk svona. Það var enginn að gera athugasemdir við þetta. Og ég held nefnilega ef maður virða þessa leikreglur sem eru í mannvirkjaleiknum að þá það gífurlega mikil til hagsbóta fyrir alla aðila. Tryggingafélögin, endurtryggingar, byggingafulltrúar, slökkvilið og ekki síst og síðast fyrir eigandar sjálfan. Því að öryggi mannvirkis frá hönnunarstigi til niðurrifs. En málið að það getur vel verið að fyrirtækið eða húsið sé búin að fara marga hringi hjá byggingafulltrúa á þeim tíma sem lífstíminn Og þessi hús sem ég var að lýsa áðan, þegar öll það sameiginlegt og öll tryggð. Öll tryggð. Ég sagði, myndi ekki tryggingafélag hlaupa eftir einhver bíleiganda og óska eftir að fá að tryggja bílina sem væri brennslulaus. Ég held ekki. Þessi hús voru öll tryggð. Þá var hann að tala fjölda leikmanna. Þarna greinilega skortir okkur leikmenn. Heyrðu, við erum leikmenni hérna. Eigandi hússins, starfsmennir, opinberir aðilar, tryggingafélög, svo við talið lengur upp. Við erum öll leikmenn í þessum mannvirkja leik. En við þurfum að stilla saman strengi. Og taka þessa hluti inn í einhverja gátt þar sem allir geta haft aðgang að og fylgst með því að hagsmunir eru mesti fyrir eigandann. Tryggingafélaginu ber að hafa samband við tryggingataka einu sinni á ári. Bara gráu upplagt að spyrja það eitthvað af þessu spurningum hérna. Allar myndi ég telja að ég náttúrulega litaður á brunahliðinni verið að afsaka það. En ég held að það sé miklir hagsmunir í því að spyrja þessar spurningar því að við erum öll ég hef aldrei séð aðkomið viðvörun frá öllum tryggingafélögum af því að einhver bílaleiga keyrði 39 sinnum út í skurð. Það ekki þannig.
náttúrulega bílaleigan keyrir ekki út úr skurð fyrir gjöðu þeir sem voru að leigja bíluna þegar ég stendur hérna beint fyrir fram á bílaleigunum. En þetta sko hluti sem ég held að við verðum að taka okkur tak og ég allan það vitlaus í þessu að ég tel að séu þarna tækifæri og verðum bara að fara alla leið með þetta. Því að ég get ekki staðið og vera að stýra slökkviliði ef maður ekki að reyna að lágmarka áhættu starfsmanna. Við töluðum þetta áðan í ákveðnu samhengi. Hérna eitt nýtt samhengi sem vert að hafa bak við eyrað og það ekki nóg að þessi áhætta minna starfsmanna. Það líka áhætta fyrir ykkar starfsmenn og ekki nóg með það áhætta fyrir ykkar fyrirtæki. Menn tala að samkeppni sem hörð markanum og þá held ég að sé nokkuð öruggt ef þú dettur út af markanum einhvern tíma, það mjög erfitt að koma inn á hann aftur. Mjög erfitt. Þannig ég heldur að tækifæri sé í því að skjalfesta í einhverju rafrænu kerfi þessi mál sem við tala áðan, allar þessar leikreglur í kringum mannvirkja leikinn. Menn skiljir sitt hlutverk. Menn vita í hvaða leik þeir eru. Það eru allt aðrar leikreglur í golfi heldur en körfubolta. Reynda getur golf skilst mér verið liðsíþrótt líka. Reynda ég rosalega vitlaus í golfi. En golf íþrótt sem heilla mig, ég þor ekki að fara í hana. Því að þeir sem þekkja mig vita að ég myndi fara all in og ég eiginlega legg ekki í það. En ég heldur tilbaka að leikreglur mjög skýrar í mannvirkjaleiknum. Farið eftir þeim. Allir leikmenn verða að stíga fram á sviðið, tryggingafélögin líka og slökkvilið og sjálfsagt allir. Eigandinn fyrirliðinn en ég vonaði farið út með þau svona sýn að eiga byggingu, það ekki bara fjárfestingu svo lokaði augunum og horfið hinn áttina. Að tryggja þig, jú, það bætir eitthvað, en það bætir ekki allt. En munið eftir undankeppnin í bikarnum hjá Körfunni á eftir. Takk.